Mér langar að hoppa í nokkuð vers sem fjalla í rauninni kærleika Guðs. Ég talaði þetta síðast og mér langar að halda aðeins áfram með það. Af því að sko, ef þú spáir aðeins í því, við hugsum ábyggilega oftar það hvað við elskum Guð mikið en hvað hann elskar okkur. Ef þú spáir aðeins í því, Guð setti son sinn fyrir okkur, en við erum ofta að leggja trúarlífið okkar hvernig við elskum Guð, hvað við þurfum að gera. En mig langar að hoppa í Rómverjabréfið, fara í kafla 5, vers 5-6 og 5-6. Og hann segir svona, og vonið bregst okkur ekki, því að kærleikur Guðs hefur streymt inn í hjörtun okkar með heilugum anda sem okkur er gefinn, meðan við vorum ennþá vanmegna dó Kristur og settu tíma fyrir óguðlega. Það er hægt að læra mikið af þessum versum hjá Páli og hann leggur mörg svona áherslu atriði, sem að segja. En við sjáum rosalega stórt loforð í versi 5. Við sjáum það að við sjáum að loforðið er að það verður hérna von fyrir okkur. Ef þú spáir aðeins í því að kristin trú gengur út á von. Einhver von sem að við fáum en við þurfum ekki að gera neitt af því að þetta er náð frá Guði. Og þessi von, það er hún sem að gera það verkum að þú getur gengið í trúarlífinu í frelsi. Þú þarft ekki að gera þannig sé neitt, þetta er bara að Jesús hefur gert allt fyrir þig. Og við sjáum að kærleikurinn hefur farið inn í hjartað þitt. Þannig að vonin sjálf hefur kærleika. Að kærleikurinn er sá sem að gerðist á krossinu, að hann hefur farið inn í hjartað þitt með heilugum anda. Það er fyrirheiti til þín í dag að kærleikur sem Guð sýndi með krossinum Jesú, eða með krossdauða Jesú, hefur farið inn í hjartað þitt. Og vers 6 segir að meðan við vorum enn vanmegna þá dó Kristus á settu tíma fyrir óguðlega. Á meðan við vorum vanmegna, á meðan við gátum ekki haldið okkur við lögmáli, á meðan við gátum ekki lifa heilugu lífi, á meðan við gátum ekki neitt, þá kemur bara Kristur fyrir okkur. Þetta er svo einfalt. Getur þú lifað heilugu lífi án Jesú? Nákvæmlega. Pabbi svaraði þessu. Þetta er ekki flókið. En getur þú lifað heilugu Guði með Jesú? Það er allt önnur umræða. Halleluja. Já, þú getur gert það. Það er ekkert mál. Páll er mjög skýr það. Hann leggur fyrir í öllum bréfunum verklega hluta fagnaðarerindisins. Hann segir það í öllum bréfunum sínum. Þú átt alveg að geta að lifa helgu lífi með Jesú. Munurinn á því að Jesú hafi farið á krossin fyrir því, við þess að reyna að halda lögmáli, þess að eitt er utanfrá inn, lögmáli er utanfrá, og ég horfi á það og ég reyna að breyta því hérna innan á mér. En kærleikur Guðs, hann hefur farið inn í hjarta mitt, hann ég lifi kærleikunum utanfrá, innanfrá meina ég, og út. Það er hins vegar munurinn. Þannig að já, þú getur lifað helguðu lífi í Kristi Jesú, en þú getur ekki lifað helguðu lífi í lögmálinu. Það gengur ekki. Sko, ég hef smá tíma og mér langar að fara í 1. Jóhannesbréf 4:10, 4. kafla 10. vers. Þetta er kærleikurinn. Ekki að við elskum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Guð hefur sýnt okkur þann fullkomna kærleik í Kristi Jesú. Þetta er fullkomnasti kærleikur sem til er á jörðinni. Þetta er kærleikur sem allir heiminu þarf að heyra og á að fá að heyra. Þú hefur fundið hann, þú þarft núna bara að fara út og segja öðrum frá. Það er kristniboðskipunin okkar. Við fyrir að fara út og gera alla þjóðir að lærisveinum. Byrjum að gera Ísland að lærisveinum. Byrjum þar. Áður fyrir að gera aðra þjóðir að lærisveinum. Og mér langar að fara í mér langar að fara í Jóhannesguðspjall 19:30 og hér er bara Jesú að leggja línuna fyrir okkur. Hann er á krossinum. Þegar Jesú hafði fengið ediki, sagði hann, það er kannski fullkomnað. Nei, það er fullkomnað. Það er gott að einhvern veginn að spotta mig. Þá neig hann andan þá neig hann höfuðið og gaf upp andan. Jesús fekk ediki, þá var hann að fá hann er að uppfylla síðasta spádóminn sem sig er ritað. Hann er bara að uppfylla hann. Þú er átt að því að uppfylltust í kringum 3000 spádómar Jesú. Eru það tilvíðanir? Svarið það bara hver fyrir sig. Ég segi nei.
En þetta kærleikurinn að verkið fullkomnað. Lögmáli fullkomnaðist með honum. Hann endaði lögmáli. Hann fullkomnaði kærleikan. Guð sýndi, segir í Efesus 2:7, hann sýndi okkur ómælanlega náð og elsku við okkur í Kristi Jesú. Það einhver fullkomnasti kærleik sem til á jörðinni.